systkina tattúið. Systir mín var 16 ára gömul þegar hún langaði að fá sér tattú og Gauti bróðir minn sagði að það þyrfti að vera einhver ástæða á bakvið tattúið sko. Þannig að við fengum okkur þetta sem svona systkina tattú. Svo er ég bara með rosa mikið af svona litlum stiklum pók bara, þú veist, mamma, Írena systir mín, eitt misjafna dreki eftir sleepover, hérna líka eftir hann. Vinkona mín gerði þetta þegar við vorum í MH 18 ára, teiknaði þetta fyrir mig. Svo er bara svona alls konar einhvern veginn. Ég var obsessed af augum og tímabili, bergdremin, uppáhalds árið mitt. Já, mér þykir vænt öll, náttúrulega bara minningar frá mismunandi tímum. Herru, við ætlum að fá okkur einn lítinn engil. Mér bara lengi langað í hérna engil. Búin að postpóna svolítið lengi hérna. Já, hvað slá til? Er þetta svona fagurfræðileg ákvörðun frekar en svona trúarleg? Já, í rauninni. Ertu trú? Nei, ég er bara, mér finnst, ég tengi ekkert beint eitthvað við trú, mér finnst bara mjög fallegt pakk. Já. Can take sharing this in bed with you, ice cold when nothing is at stake. Náttúrulega tónlistarlega sé þá var það að gefa út píkinn og spila á Airwaves, en það er svona búið að vera svolítið erfitt ár í rauninni fyrir mig, en á sama tíma mjög gott. Ég hef verið með kvíða og þunglyndi bara í nokkur ár, en í júní þá fékk ég smá svona breakdown og hérna greindist með OCD sem er svona þráhyggja áreittaröskun og ég hef bara búin að vera svona að leysa svolítið úr því. Þetta var svona 1,5 vika kannski í kvíðakasti sem að gerist í júní og er búin að vera núna bara, þú veist, að svolítið einbeita mér að sjálfum mér og að hugsa sjálfum mér, þú veist, hægt að drekka kaffi, hægt að drekka, hægt að reykja, fór að hreyfa mig, fór í jóga, bara alls konar svona. Þetta er búið að vera svolítið skrítið ár en sama tíma bara mjög gott, þú veist, fyrir mig og ég finn bara svona hvað mér líður mikið betur eftir að hafa einhvern veginn hreinsað allt út eða skilur. Ég er svona að vinna í því að gefa út allavega næsta lag. Ég veit ekki alveg, ég held að þetta verði nú ekki mixtape. Ég held að ég vinni bara í nokkrum singulum. Kemur smá hérna í ljós hvað koma skal. I couldn't see myself breaking fast with you. We did our one night stand. We snuck up from. Mjög satt sko. Geðveikt. Hérna þegar ég var 16 ára þá dró vinkona mín alltaf mig með sér í hérna messu daginn eftir djam. Fannst það vera mjög sniðugt að fara á djammi, fara í eftirpartí, fara sín messu daginn eftir og þá er það réttlega allt þetta djam sem það var. Þannig að ertu í svipuðum hugleiðingum með en engil? Já. Friða samskuna? Já, friða samskuna. Algjörlega.